Við erum hérna mættir í Frankfurt, millilenda frá Podgorica í Svartfjallalandi. Við erum hérna með 4 snillinga, Örvar, Orri, Bragi og Ísak Júlíus. Ef við byrjum á þér, Örvar, leikurinn í gær á móti Írlandi, hvernig var hann? Við byrjuðum sterkt og já, við spilum bara ágætlega í byrjun. En síðan mistum við þetta svona svolítið frá okkur og voru bæði liða mjög mikið að missa boltan frá sér, mikið svona back and forth. Og já, en síðan í endan þá klárum við þetta, tókum þetta bara. Og Orri, hvernig var svona, ef við förum aðeins yfir riðlakeppnina, hvernig voru svona þróunin þar? Spilum fyrst Sviss. Já, bara fínn leikur sko, Sviss. Og var, þú veist, riðlakeppnin, ég meina, var þetta eitthvað sem við byggust við, eða? Já, ég myndi segja það sko. En Bragi, en síðan í framhaldinu að þá spilum við, vorum að fara að spila 9. sætið. Já. Hvernig var svona, þú veist, næstu 3 leikir? Þeir eru ekki góðir. Við erum búin að plana að fara í ofarlega í sætið, eða ofarlega í keppninni og það gekk ekki alveg eins og ætlaðist. En Ísak Júlíus, svona fyrir utan körfuboltana í Podgorica, hvað vorum við að gera svona? Þú veist, hvað gerðu þið svona á milli æfinga og leikja? Við fórum, kíktum í mall og bara alls konar á hótelinu, bara slaka á. Ok. Örvar, hvernig gekk í go-kartinu? Hvernig gekk í go-kartinu? Ég veit ekki með ykkur en mér gekk mjög vel sko. Okay. Já, ég held ég að það hefði náð ákveðnum tíma sko. Það hefði alveg getað gert betur. Ok. En, já. En Orri, nú varst þú að hitta vel í mörgum leikjum. Hver var ástæðan fyrir muninum á þér varðandi NM og svo EM? Ákveða bara að koma inn á og sína hvað ég get, skilur við. Gefum þetta boltanum meira. Bara láta vaða. Já. Vel gert. Bragi, nú á mótinu þá varst þú að spila alltaf meira og meira og fá svona meiri sénsa. Hver er ástæðan fyrir því? Bara örugglega því að ég var alltaf að reyna betra og betra í vörn. Bara að halda verið frammi og ekki hleypa inn í miðjuna. Það lág svona tíma. Ísak, ertu sáttur við mótið? Við hefum náttúrulega alveg viljað að enda í betra sæti. Ætlum okkur náttúrulega að ná þessu í 9. sæti. En svo fór sem fór bara. Og þið sjálfur, þú voruð sáttur með ferðina, var þetta fjör? Mjög fjör sko, mjög gaman sko. Það ekki? Já. Ég þakka drengjunum kærlega fyrir spjallið.